Þórarinn Eldjárn óþarft að kynna. Ég man eftir sjálfur andvökunóttum þegar ég var barn og unglingur jól. Lá hálfa nóttina og hló þegar ég las skáldskap hans og uppgötvaði hann sem rithöfund. Hann hefur í mínum huga náð alveg einstöku veldi á íslenskri tungu og ekki síst tvíræðinni íslenskrar tungu. Þessa málheims sem bindur okkur Íslendinga saman. En eins og við höfum fjallað hér á samstöðinni íslenskan í hættu og margir segja mikilli hættu og Þórarinn kominn hingað að rauða borðinu og við ætlum að ræða við hann stöðu og framtíð íslenskra tungu og hans höfundaverk að einhverju leyti. Vertu velkominn, Þórarinn. Já, takk fyrir. Já, þú eins og ég sagði í inngangnum, þú náttúrulega einstaklega kíminn og tvíræður höfundur og skemmtilegur og svo flinkur að snúa upp á tungumálið. Hefurðu tölu á þeim bókum sem þú hefur skrifað og þá myndi ég kannski líka vilja að þú nefndir þýðingar? Já, ég hef nú ekki nákvæma tölu en það einhver staðar milli 40 og 50 Já. Bækur. Já. Og þar inni auðvitað líka þýðingar en þar að auki hef ég þýtt mjög mikið fyrir leikhús og það þá gjarnan hlutir sem aldrei koma út á bók. Einmitt. Þannig að þetta eftir hálfrar aldar feril þetta nú orðið talsvert. Já. Þú hefur verið sískrifandi í hálfa öld. Já, það hálfa öld síðan fyrsta ljóðabókin mín kom út eða ég hélt upp á það í fyrra. Hún kom sem sagt 74 og við gáum út úrval þar sem 100 skástu kvæðin og sem Kristján Þórður Hrafnsson valdi. Já. Það var svona til að minnast þessara tímamóta. Einmitt. Hafðirðu áhyggjur af því, ég með hluta af bókunum þínum, bara pínlítið brot, en hafðirðu áhyggjur af því þegar þú ákvaðst að verða rithöfundur að mögulega myndi enginn lesa íslensku eða skilja eftir 50-100 ár? Nei, það hvarflaði nú ekki að mér á þeim tíma. Nei. Hvenær fórstu að sjá válind teikn á lofti? Já, það hefur náttúrulega kannski verið svo sem alla tíð að maður væri meðvitaður að það þyrfti að halda dálítið utan tungumálið en það hvarflaði aldrei að mér á þeirri tíð að tungan myndi hverfa eða einhvern veginn láti minnipókan fyrir öðrum. Nei. Ekki á þeirri tíð og eiginlega ekki heldur núna, þannig að ég hef kannski kosið að orða þetta þannig ef ég spurður hefur áhyggjur af íslenskri tungu að ég svara þá kannski þannig að nei, ég hef engar áhyggjur af íslenskri tungu. Hún stendur alltaf fyrir sínu og hún á þessar rætur í stórkostlegum bókmenntum frá miðöldum og hún samofin allri okkar sögu, allri okkar menningu og þetta eitthvað sem mun ekki hverfa. En ég hef áhyggjur af fólkinu sem á að nota þetta tungumál og sjá til þess að það haldi áfram í fullu gildi. Ég hef áhyggjur af því og þá það kannski að hægt að segja að síðastliðin 10-20 ár eða svo þá hefur orðið einhvers konar hrun í umgengni okkar við þetta tungumál. Við sjáum eftirgjöf á öllum sviðum og þetta birtist náttúrulega mjög skýrt í fjölmiðlum. Maður heyrir þetta í útvarpi og ekki síst í sjónvarpi og til dæmis ef við tökum bara ríkisútvarpið svo var tíð, ég man vel eftir því til dæmis að maður setti tilkynningu til auglýsingadeildar fund hjá félagi sem ég starfaði í og sagt
mætum öll. Síðan kemur auglýsingin í útvarpinu og það var búið að breyta og sagt sko, við segjum ekki mætum öll, við segjum komum öll af því að hitt væri dönskusletta. Og þetta fannst mann nú ansi langt gengið en á þeim tíma hefði mann nú ekki ímyndað sér að í raun bara hvaða ensku leppar sem hugsast getur og auðvitað í fersku minni núna þessi að undangengni svarti föstudagur sem að heitir upp á ensku hjá mjög mörgum fyrirtækjum og mánudagurinn kenndur við cyber, hvað sem það er nú. Núna er búið að opna á þetta allt saman og nota bene fyrst og fremst ef það er enska. Ég veit ekki alveg hvernig þið brugðist við ef maður kæmi með auglýsingu þar sem að heilu setningarnar inn í þeirri auglýsingu væru til dæmis á frönsku eða færisku sem er þá náttúrulega mikil sko mismunum gagnvart þessum tungumálum og svo sér maður þetta á öllum sviðum og það er til dæmis í fyrirtækjanöfnum, í öllum auglýsingum, tilkynningum og ófremdar ástandið sem skapaðist í flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem að enska er á undan íslensku. Hugsaður. Og ég veit ekki hversu oft er búið að samþykja eitthvað í sambandi við það en það er alltaf samt áfram. Það er aldrei hægt að breyta þessu, það er víst svo dýrt og það er þetta metnaðarleysi og áhugaleysi og þessi slappleiki sem einhvern veginn hefur yfirtekið allt og svo bætist auðvitað við þegar ástandið er þannig aðalega þá í tengslum við ferðamennskuna kannski upphaflega og líka auðvitað vegna þess að hér er mikill skortur á vinnuafli og þá kemur fjöldi erlendra starfsmanna til lengri eða skemmri tíma og það er aldrei neinstaðar nema í einstaka tilvikum sett á oddinn að það skipti máli og sé mjög mikilvægt að fólk að minnsta kosti þessi krafist að þetta starfsfólk kynni sér einföldustu atriði í sambandi við íslenskt mál að það sé bara ekkert sjálfsagt að geta ekki farið út í bakari eða kaffihús og þá er maður bara ávarpaður á ensku eins og ekkert sé sjálfsagðara. Ég ger alltaf meira og meira af því að þykjast ekki skilja ensku. Reynið auðvitað að varast það að vera dónalegur við fólk sem er að vinna í þessum þjónustustörfum og kann ekki íslensku vegna þess að það er engin áherslu verið lögð á að innprenta því að það sé mikilvægt og fyrst ég nefni þetta þá held ég að þetta sé nú eitt af því mikilvægasta sem við stöndum frammi fyrir í sambandi við framtíð íslenskunar, það er að stórefla íslenskukennslu fyrir útlendinga. Og af því þú nefndir Ríkisútvarpið, er þessi undangjöf í blóra við hvernig við hugsuðum ríkisstofnunina, Ríkisútvarpið? Er útvarpið að bregðast skyldum sínum eða hefur það rými til þess að flakka svona í ólíkum tíðaranda og gefa þennan afslátt sem það nefnir? Ég veit svo sem ekki að hver miklu leyti væri hægt að höfða til þess að sé verið að brjóta lög eða eitthvað slíkt en það er alveg klárlega verið að hverfa frá ákveðinni málverndunar stefnu sem ríkti hér áður og mér finnst til dæmis að það bara eigi alls ekki að vera leyfilegt að auglýsa Black Friday til dæmis og þarna er líka bara það er gengið út frá því þetta skilja allir og það sér maður auðvitað líka í kynningum og á öllum útvarpsstöðvum til dæmis það er kannski verið að kannski tónlistarþáttur þar sem er verið að kynna hin og þessi lög og þau heita nöfnum á ensku og það er bara enska nafnið er sagt og síðan er ferð að leggja eitthvað út af því sko
sem felst í titlinum án þess að segja manni fyrst hvað þetta þýðir á íslensku. Já. Og hér áður fyrr þá ríkti nú kannski stundum sko stefna sem var algjörlega í hinna áttina og ég nefni nú gjarnan sem dæmi að þegar Jón Múli annaðist nú kynningar á ýmissi tónlist í Ríkisútvarpinu þá var hann einhvern tíma að kynna lag sem hann sagði að hét á ensku I love you so much that you'll never grow old eða svo mjög ann ég þér að þú munt ekki þurfa að kempa hærurnar. Þetta finnst mér til fyrirmyndar. Þetta glæsilegt. Og mér finnst það að vera regla hjá öllum sem stjórna þáttum í þessum miðlum að þegar það eru viðmælendur sem eins og þetta er orðið núna þar sem allt í einu dettur upp úr þeim frasar heilu og hálfu setningarnar á ensku að þá ég alltaf að staldra við og segja já, sem þýðir hvað sko ef ég væri í slíku viðtali og segði allt í eina setningu á færeysku eða sænsku þá þið hort á mig og sagt bara ég verið stórundarlega býtu hvað varst að segja ég vil að þetta sé gert með alla sem tala svona og það gera mjög margir við sjáum þetta líka á fésbókinni til dæmis jafnvel rithöfundar og málsnillingar sem þeir eru að fjalla eitthvað og svo kemur allt í einu setning á ensku inn í miðju og þetta er ekkit annað en sóðaskapur og fólk á að venja sig af þessu en ég veit svo sem ekki hvernig á að fara að því sko það er auðvitað ekki hægt að setja einhver lög eða banna eða eitthvað og svo náttúrulega vofir alltaf yfir manni ásökunin að maður sé í málfarslögreglunni eða fasisti eða eitthvað þaðan að verra eða það sé vottur einhvers konar gríðarlega þjóðrembu að vilja tala íslensku en svo heyrir maður oft að þeir sem svona tala þeir hafa svo sem er svo til afsökunar að segja beint og eftir ef ég má sletta en þá eiga þáttastjórnendur að grípa strax inn í og segja nei þú mátt það ekki og ég held sko að leiðin til þess að gera þarna einhverja bragabót hún gæti til dæmis verið falist í því að gera þetta hlægilegt því að oft er þetta ekkit annað en snobb og já, nú var ég að sletta það ekki, snobb er hérna ensku sletta en þá verði ég að geta þess að það er ekki sama hvernig er slett það er ekki að þetta komast hjá því eins og enska er yfirgnæfandi og áberandi í okkar samfélagi að ýmis orð að þau koma inn í íslenskuna en það gerir minna til þegar það eru orð sem falla að íslenskri málfræði eins og snobb eða dill eða hvað sem það kann að vera sem beigjast alveg fullkomlega eftir íslenskum reglum slík tökuorð hafa alltaf komið inn í málið á öllum tímum ég er að tala meir það þegar sko maður getur eiginlega ekki orðað nokkuð skapaðan hlut án þess að segja öðru hverju heilu hálfu setningarnar á ensku eða líka þegar eru farin að koma orð sem koma beint úr ensku og kom í staðinn fyrir fullkomlega gild og góð og þörf íslensk orð maður heyrir oft sko að það ef fólk er að dokumentera eitthvað og það eitthvað coverar hitt og þetta og fleira þetta er allt saman slettur sem við ættum að vera á eða bara standa gegn og varðandi til dæmis fyrirtækjanöfn þá er það sko, er það ekki alveg yfirgengilegt ef maður fer niður á Austurvöll þá er til dæmis gatan sem liggur þarna meðfram vellinum, Vallarstræti held ég hún heiti beint á móti Alþingishúsinu nýlega þá bættist við þar eitt nafn sem er íslenskt og það er bar eða kaffihús sem heitir Gilligog sem er orð sem kemur frá Djarval og gott og gilt
öll önnur fyrirtæki sem þannig eru heita enskum nöfnum. Það er American Bar og þar sem eitt sem var Herradelt P.O. og síðan Kaffi París. Það heitir því furðulega nafni Duck and Rose á ensku sem að sko maður áttar sig ekki á því hvað þetta er hallærislegt fyrir maður þýðir það á íslensku. Kaffihús, veitingahús sem heitir Önd og Rós og sömulegis er líka þarna staður sem á íslensku myndi heita Drulluborgarar, Dirty Burgers. Og þetta er einmitt sko oft er að enska nafnið er tekið og fært yfir á íslensku þá sést hvað það er fáránlegt og hallærislegt. Þessi gata sem ég sagðist halda héti Vallastræti, ég kalla hana ensku tröð og það er dálítið hlálegt að Alþingishúsið standi þarna beint á móti en hins vegar Jón Sigurðsson hann snýr baki í þetta og svo er auðvitað þarna hótel sem heitir Hótel Parliament og það er allt á ensku þarna og svona er þetta síðan upp eftir öllum Laugaveginum. Þarna er sko líka ríkjandi samvistílingur að þetta sé gert fyrir túristana, það er það bara alls ekki. Við þekkjum það vel sjálf þegar við erum að ferðast annar staðar að við viljum sjá tungumál innfæddra. Og þessu utan eru komin upp þannig að þú getur þýtt sko ef þið vantar upplýsingar. Það sem er, við fórum til Japans í fyrra og þar er auðvitað fullt af skiltum á japansku og á þeirra letri. Nú er hægt að taka síman, brauðunum á þetta og hann segir manni þá á íslensku hvað stendur þarna. Hugsaður. Og líka bara að allstaðar þar sem ég þekki til, á flugvöllum til dæmis, þar er alltaf tungumál landsins er fremst og svo stendur ofta á ensku undir sem er alltaf auðvitað alveg sjálfsagt að hafa á ensku eða einhverju öðru alþjóðlegu máli. Það er bara hér sem þetta snýst við og önnur var tíðin hér áður fyrir og það er ekkit voða langt síðan. Þá voru Íslendingar yfirfullir af dálítið svona yfirlæti og fyrirlitningu til dæmis gagnvart Norðurlanda þjóðunum. Þeir væru svo slæmir með þetta sko, tala weekend og ég veit ekki hvað og hvað meðan við reyntungu fólkið væru með allt á hreinu. Þetta er bara gjörbreyst. Á mjög skömmun tíma. Það hefur gert það og það er út af einhvers konar andvaraleysi og þessu þarf að snúa við með einhverju verulegu átaki og þá þarf líka það þarf að koma einhvern veginn fram að þetta sé mikilvægt og þetta stafar ekki af einhverju groppi eða monti að íslenska sé miklu merkilegra tungumál heldur en öll önnur, hún er það ekkert en hún er okkar mál. Foreldri sem leiðir eftir málfar barnsins, það er ekki leiðilegt foreldri? Nei, það er náttúrulega annað líka að það hefur líka ríkt einhvers konar stefna sem er það að maður eigi ekki að leiðrétta. Já, það er einhver afstæðishyggja sem hefur hér einhver áhrif. Já, það er eitthvað og það kannski liggur á bakvið það að það er eiginlega ekki sama hvernig það er gert. Ef það er gert með einhverjum gríðarlegum umvöndunar tón og fyrirlitning og einhvern veginn þannig þú ert að tala vitlaust eða eitthvað svoleiðis og svo er líka hitt alveg rétt sko að það eru til hlutir sem að maður svona viðurkennir að það er ekki rétt til dæmis að láta allt skólakerfið í íslensku námi snúast fyrst og fremst það hvort að það er þágufall eða þolfall með tilteknum sögnum að það breytist. Það skiptir kannski meira máli ýmislegt annað í sambandi við málið og þá bara hreinlega það hvernig er að tjá sig en það að það megi ekki leiðrétta og að það sé ekki til neitt sem heitir rétt og rangt mál það er auðvitað alveg út í hött að bara að sleppa því og þannig líka heyrir maður svo oft það sjónarmið að þetta að hafa áhuga á því að það sé til rangt og rétt mál og að velta því fyrir sér þetta sé eitthvað sér íslenskt þetta tíðkist nú hvergi nokkuð staðar þetta er alls ekki rétt maður sér það í
í heimsblöðum ýmsum, bæði á Norðurlöndum, Þýskalandi, Bretlandi, þar eru dálkar sem fjalla einmitt tungumálið og rétt og rangt mál og fólk almennt það hefur mjög mikinn áhuga á þessu og veltir þessu mikið fyrir sér. Það þarf að ýta undir allt af þessu tagi og svo er þetta enn eitt sem liggur á bakvið dálítið margt af þessu held ég og það er bara hreinlega móðurmálskennsla í skólum. Já. Hún hefur farið mjög halloka og það hefur dregið úr kennslu í móðurmáli og ég man eftir því fyrir allmörgum árum þegar ég satt í íslenskri málnefnd þá kom það alveg glöggt fram í gögnum sem þar var aflað að móðurmálskennsla hafði dregist miklu meira saman á Íslandi heldur en til dæmis á hinum fyrirlitnu Norðurlöndum sem að töluðu sín hrognamál sem að Íslendingum var svo tamt að líta niður á af því að þeir höfðu klúðrað því að fara með beygingakerfið einhver tíma á 13. og 14. öld. Já, hvernig réttlættu menn eða útskýrðu það? Að móðurmálskennslu hefði að hún hefði minnkað svona mikið? Ég í raun heyrði aldrei nein rök fyrir því en það kann að vera að á einhverju meli þá hafi verið þá að tala mikið út frá vissum könnunum að nemendur stæðu mjög halloka í ýmsu sem lita raunvísindum og ýmsu sem þetta er mjög nútímalegt og það er kannski einhvern veginn þar sem að þetta jafnvægi fer af stað. Ég kannski er ekki alveg nógu vel að mér í því en niðurstaðan var allavega svo að móðurmálskennsla að hana má skera niður og þar fylgir líka að allt sem til dæmis lítur að málfræði það er stagl og þannig að núna hittir maður auðvitað fullt af ungu fólki sem bara þekkir alls ekki einföldustu hugtök í málfræði og setningafræði. Nei. Sko ég hef miklar áhyggjur af þessu. Það er svo margar ógnir sem steðja að okkur á sama tíma. Tækniheimurinn og allur sá ensku skotni heimur sem blasir við börnum og ungmennum. Það er alveg rétt. Er eitt, ferðaþjónustu sprengjan er annað. Allir þessir 70-80.000 íbúar sem hér búa orðið sem hafa ekki íslensku að fyrsta tungumáli. Þetta eru allt saman ógnir á sama tíma. Og jú, þetta er svona eitthvað sem við ræðum á tyllidögum og við ætlum að gera eitthvað í þessu en standa hendur fram úr ermum í raun. Alls ekki, það er til dæmis nýlega sem kemur fram í fjárlögum eða tillögum að fjárlögum að íslensku kennsla til útlendinga er verulega skorin niður þrátt fyrir það að allir tali hvað það sé mikilvægt og sömuleiðis þá held ég að til dæmis á Norðurlöndum, ég veit að það er þannig í Svíþjóð að þá er þannig að þeir sem vilja gerast borgarar í landinu og að það eru gerð bara krafa vissa lágmarksþekkingu í tungumáli landsins og þannig held ég að það sé víðar. Já, Landspítalinn er að taka stíga einhver skref. Já, það voru mjög gleðileg tíðindi sem var heyrðum daginn og það er einmitt eitthvað af því tagi sem þyrfti til dæmis að komast inn í ferðaþjónustuna og jafnvel líka þó það sé ekki að frumkvæði stjórnvalda heldur að einstakir atvinnurekendur í þeim greinum og ég veit vel að þeir eru til sem bara gera það að taka það upp hjá sjálfum sér að sjá til þess að þeirra starfsfólk sé með vissa lágmarksþekkingu að þeir viti þá að minnstakosti hvort viðskiptavinurinn er að biðja kaffibolla eða tebolla en það er þetta algjörlega sjálfvirka kerfi þar sem skiptir yfir í ensku eins og hún sé bara hreinlega opinbert mál á Íslandi ásamt íslenskunni og líka út frá ýmsu sem þú varst þarna nefna þá held ég að það gæti alveg farið svo í mjög náinni framtíð að það verði bara hreinlega að krafa það
við skulum segja til dæmis að einhver sem orðinn íslenskur ríkisborgari og kosinn á þing en kann ekki íslensku, að það sé hægt að krefjast þess að það megi flytja þar ræður á ensku. Og eitt sem að varð fyrir nokkrum árum eða misserum í einu sveitafélagi, ég held að þessi Vík í Mýrdal, þar að við stofna ensku ráð. Og hugsunna bak við það svo að allur sá fjöldi erlendra starfsmanna sem þar eru hafi möguleika á að kynna sér ýmislegt sem í gangi í sambandi við sveitarstjórnarmál og annað þar. Er það ekki þar sem sveitarstjórnarfundir fara fram á ensku? Jú, að ekki almennt held ég. Nei. En það er einhver partur af því. Já. Og þetta þetta í raun eftirgjöf. Já. Sem ýtir undir það að það þarf ekki að læra íslensku. Og svo auðvitað alls konar goðsagnir sem eru uppi, eins og til dæmis það að íslenska sé svo erfitt mál. Hún er ekkert erfiðari heldur mjög mörg önnur mál. En þetta segja þeir sem þekkja enga tungu aðra en ensku fyrir utan íslensku. Og halda reynda mjög ofta þeir séu miklu betri í ensku heldur en þeir í raun og veru. Jú. En hérna þetta byggist auðvitað fyrst og fremst á því að það eru meira beygingar í íslensku heldur en í ensku og norðurlandamálunum. En mál eins og þýska og franska eru auðvitað með fleiri málfræði atriði sem eru flóknari heldur en í ensku, eins og það að maður sjái af lýsingarorðum í hvaða kyni þau eru sem ekki er á ensku. Og svo enn eitt að það var alltaf sagt og það er þannig að Íslendingar byrja alltaf að tala á ensku leið og þeir heyra erlendan hreim, þannig að útlendingar sem þráttur alltaf vilja að tala íslensku, þeir mæta þessu alltaf, og að leið og heyrist að einhver er ekki Íslendingur, þá sé farið að tala við hann á ensku. Og jafnvel getur verið að ræða fólk sem bara kann ekkert í ensku. Já, það er bara á Íslandi sem enskan er hið eina sanna heimsmál. Það eru menningarþjóðir í Evrópu sem kunna bara ekkert í ensku. En sem betur fer, þá erum við alltaf að verða vanari og vanari því að heyra íslensku talaða með hreim og jafnvel íslensku talaða með ófullkominni málfræði, sem er allt annað heldur en að vera Íslendingur sem talar vitlaust mál. Vitaskuld. Og þetta þekkjum við þekkjum öll útlendingar sem hafa sest að á Íslandi fyrir löngu síðan vegna að gifst Íslendingum eða af einhverjum öðrum orsökum komið til landsins, læra aldrei íslensku formlega, heldur bara byrja að tala hana smátt og smátt og kannski læra aldrei að beygja, en tala samt og allt skilst. Og það er alltaf Íslendingar þola þetta alltaf betur og betur. Áður þá var þetta svo óvenjulegt, þá þótti bara alveg undur og furðulegt ef að heyrðist í einhverjum í útvarpinu sem talaði bjagaða íslensku eða íslensku með hreim. Nú bara þykir það sem betur fer alveg sjálfsagt, og það sem meira er að við dáumst að fólki sem vill læra íslensku, og við dáumst að útlendingum mörgum sem hafa náð alveg undra góðum tökum á íslensku og hafa þar með líka afsannað að þetta sé svona óskaplega flókið mál. Og það er náttúrulega eitt, ég held að mjög marga þjóðir haldi að einmitt þeirra tungumál sé svo flókið að það sé af alla fyrir aðrin innfætta að læra það. Ari Eldjárn, sonur þinn, grínast með það í uppástandi að þegar hann var lítill og hann sagði: pabbi, mér leiðist, mér langar að gera eitthvað skemmtilegt, hvað getum við gert? Þá hafi þitt viðkvæði jafnan verið bók í hönd. Já. og við hlæjum alltaf reglulega þessu á mínu heimili þegar barn segir á heimilinu að því leiðist, og stundum reynir einhver að segja bók í hönd, en
nú aðri tímar og það sko síminn sem það leiðist engum lengur sko. Það eru eiginlega öll okkar með einhverja leið til afþreyingar oft í þessum enska heimi og stundum finnst manni bara eins og að krakkar hugsi á ensku og séu að reyna að þýða enskuna yfir á íslensku og kemur í bjagaðri orðaforði brenglast og bara brotin tunga hjá hérna íslenskum börnum sem hafa kannski aldrei búið í útlöndum. Þetta er óskaplega svona skörp vending frá því málumhverfi sem við ölumst upp í þegar við gátum sagt bara bók í hönd og við lásum íslenska tungu og hérna og höfðum eiginlega ekki kost á neinu öðru en íslensku. Nei, og það var líka gert á alveg eðlilegan hátt að maður gat setið og lesið bók á þessum að vera að hugsa leið. Ég fyrst og fremst að þessu til að vernda tungumálið. Það, ég meina, ef sem rithöfundur jafnvel þó að það séu þetta alveg rétt að það er ekki til meiri málverndunar aðgerð heldur en það að skrifa á íslensku og halda því áfram, skapa eitthvað úr þessu stórkostlega hráefni sem tungumálið þá sá rithöfundur sem hefði ekkert annað í huga en það að hann sé að stunda málvernd. Það er hætt við að bókmenntir sem kæmi út úr því eru ekki mjög stórkostlegar eða merkilegar. Nei. En þetta er alveg rétt að þetta er gríðarleg breyting sem hefur orðið á mjög skömmum tíma og hún er líka smitar út frá sér og veldur þessu að það er alltaf talið alveg sjálfsagt að segja eitthvað á ensku og það er auðvitað líka hlutur sem við sjáum mjög mikið í menningarlífinu. Kvikmyndir erlendar sem sýndar á Íslandi ef þær eru úr hinum enskumælandi heimi þá heita þær alltaf enskum nöfnum. Þetta var allt sem að þýtt hér áður fyrr, titlarnir á myndunum og líka þó að alveg sama hvaðan myndirnar eru það heita alltaf enskum nöfnum. Ég sá mjög góða mynd í Bíóparadísum daginn, norska mynd sem heitir Affektionsverdi. Hún heitir Sentimental Value á Íslandi. Hún á annarkvort að heita sínu norska nafni eða hún á að heita tilfinningagildi. Og þetta er tíðkað ennþá, veit ég til dæmis í Svíþjóð. Þeir þýða nöfn á bíómyndum eins og var alltaf gert hér í gamla daga sko, á Íslandi. Já, en sko ég held að 10 ára barni verði ekki snúið aftur til íslensku ef það er komið þannig fyrir því þá þegar að það hugsi meira á ensku en íslensku. Það er mín persónulega skoðun. Já, það er ansi hætt í því þegar að afþreyingarefnið kemur allt þaðan og það sem á móti kemur á íslensku verður fyrst og fremst svona einhvers konar fálmkennt klór í bakkan. Já, einmitt. Þá verður þetta verður svo ójöfn barátta og það fer að þykja svo hallærislegt og það er eiginlega tíðarandi núna að það að vilja koma með íslenskuna það er hallærislegt og það er einmitt þetta sem ég vil að snúist við. Já. Það að geta ekki notað íslensku á almennu vettvangi að gera það hlægilegt þurfa að hafa þetta allt á ensku og þetta maður sér þetta mjög mikið líka bara í tónlistarlífinu alls konar hátíðir sem eru haldnar þær heita allar enskum nöfnum og í leiklist og í dansi og hinn og þessu allt upp á ensku. Já, og ég held við þurfum einhvern veginn öll að taka höndum saman, það er ekki nóg að hugsa bara hið opinbera fyrirtæki sem að predikuðu ekkert alls fyrir löngu í viðskiptalífinu við ættum bara að skipta út íslenskunni sem opinberu tungumál, það var miklu þægilegra að nota bara ensku, háskólar kenna hér á ensku, sumir á þess að þurfa að kenna á ensku. Ég held sko að ef okkur er raunverulega ef við trúum því raunverulega að það sé mikilvægt að snúa þessari þróun við
þá þurfum við bara talsmenn og verndara í öllum geirum íslensks samfélags. Ég held að það sé alveg rétt, og þá til dæmis eins og í háskóla umhverfinu þá jú, auðvitað eru vissi fyrirlestar sem á ensku og þá einhvern veginn hugsað til að laða að nemendur úr öðrum löndum. En þá ber að hugsa út í það að oft eru þetta nú lönd sem eru bara alls ekki enskumælandi og svo gerist það nú iðulega líka að ef það nægir að það sé einn útlendingur í einhverjum hóp þá þarf alltaf að fara fram á ensku og þó getur vel verið sko að móðumál allra hinna sé íslenska en að þessi eini sem allt snýst á að geti skilið og enska kannski alls ekki móðumál hans og það einhvern veginn þetta að þetta sé bara svona alveg gjörsamlega sjálfsagt mál sko, það það sem þarf að vinna gegn og svo líka eins og ég að segja bara að vera vakandi og hafa alltaf þessa vitund og að taka eftir hvernig fólk talar og bæði í fjölmiðlum og svo líka bara í einkasamtölum eða hjá fólki sem maður hittir að þegar koma heil og hálfu setningarnar á ensku að þykjast ekki skilja þær. Ég hef nú notað þetta mikið við mín barnabörn ég hef sagt þeim að ég kunni ekki ensku og var nú dálítil fórn því að enska var nú mitt besta fag í menntaskóla betri en íslenska og það ekkert að því að vera góður í ensku stórkostlega merkilegt tungumál og það ætti ég nú Shakespeare þýðandinn að vita betur en mjög margir aðrir. Jú. En eins og ég nefndi þarna upp að það hefur verið skemmtilegt að lesa þig í áranna rás, alla þessa áratugi, hvernig þú nýtir þér kunnáttu þína til að skapa tvíræðinni. Ég var svona að undirbúa mig aðeins hérna fyrir þetta spjall og rakst meðal annars í tilvitnun Wittgenstein sem að segir endimörk tungumálsins eru endimörk heimsins og mér fannst svona mér líður svolítið þannig sko eins og það hillu undir endimörk íslenskunar og ef svo færi þá alltaf var Páll Valsson bókmennafræðingur og rithöfundur hér á dögunum að útskýra fyrir okkur að þar með myndi hverfa heimspeki heimur, heil veröld af hugmyndum og sögu og alls konar verðmæt. Það alveg rétt og í þeirri framtíðarsýn þá yrði íslenska fyrst og fremst eitthvað fyrirbæri sem myndi lifa áfram meðal fræðimanna á sérstöku sviði og bara latína og væri þá í raun orðin svona eins og safngripur og myndi einhvern veginn tóra þannig en það auðvitað það væri í sjálfu sér hún hverfur ekkert burt en hún þá farin að gegna allt öðru hlutverki heldur en við viljum að hún geri og þar með líka horfin tilveru grundvöllur undan íslenskri þjóð því að sá grundvöllur algjörlega bundinn íslenskri tungu og það ég hef nú oft nefnt það að þetta að við værum ekki sjálfstæð þjóð ef við hefum ekki haldið tungumálinu á sínum tíma og þar kom auðvitað margt til auðvitað viss einangrun en svo líka það að við höfðum af einhverjum ástæðum skrifað þessar stórkostlegu bókmenntir á miðöldum á okkar máli þegar allir aðrir skrifuðu á latínu og ef þetta hefði ekki gerst þá hefði íslensk þjóð aldrei verið talist vera sérstök þjóð og þetta oft kallað goðsögn og ég hef þá bent á það að þessi goðsögn frábrugðin flestum öðrum að því leita hún sönn. Á íslensku má alltaf finna svar. Já, ég held það og á Íslandir til orð allt sem talað á jörðu sagði Einar Benediktsson margir
fara nú vitlaust með þetta og segja á íslensku sé alltaf sé til orð allt sem talað á jörðu allt sem hugsað á jörðu líklega en þetta var á Íslandi. Sko, við komumst ekki mikið lengra með að kryfja þetta málefni en það má kannski segja að við séum hér á samstöðinni í smá herferð til verndar íslenskri tungu. Já, það gott að gera það veitir ekkert af því. Nei, það veitir ekkert af því. En af því að ég er nú með nokkra bækur sem liggja eftir þig, ertu með eitthvað nýtt í flóðinu núna? Já, ég er með ljóðabók nýja sem heitir Jarðtengd norðurljós. Já. Og síðan gáfum við út líka á þessu ári skelltum saman í eina bók sem heitir Dreymt Bert. Það er öll prósaljóð og örsögur sem hafa birst í eldri ljóðabókum. Við söfnuðum saman í eina bók og fengum Ingu Maríu Brynjarsdóttur til að myndskreita. Og síðan er barnabók tiltölulega nýútkomin sem heitir Bánsapókin, þar sem að er svona lítil saga sem að ég setti saman og Halldór, sonur minn, hann hefur teiknað myndir við. Þetta er svona þessar 3 bækur sem að koma út núna. En svo er þetta bara fyllt í gangi eins og alltaf og ótalegum myndir sem liggja og bíða síns tíma og stundum rís upp úr því ein og ein og nær að líkamnast í bók. Já. Starfstrykki gott? Já, ég get ekki kvartað yfir því að vera við góða heilsu. Svona maður sem er hátt á áttræðisaldri. Maður sér það ekki? Nei, ég hef nú bara mér fannst oft mjög leitt þegar ég var ungur hvað ég var seinþroska. En núna er það bara mjög gott. Já. Maður bara nýtur þess. Já. Hvað hefur þið fundið skemmtilegast að skrifa? Það er nú það. Mér finnst skemmtilegast finnst mér að skrifa þegar gengur vel að skrifa. Og þá skiptir eiginlega engu máli hvað það er. Hvort heldur sem það er bundið mál eða óbundið. Ef maður er svona eitthvað stirður og á erfitt með að orða hlutin eða koma frá sér, það er leiðinlegt en þarf oft að þreyja og þrauka. En svo þegar að hlutirnir eftir kannski vissa erfiðleikum byrjun fara að renna almennilega, það er gaman. Já. En kannski má nú segja að háttbundni kveðskapurinn að þegar hann hrekkur í gang, það er kannski skemmtilegast. Já, og án allrar þjóðrembu værir þú annar maður og þú hefur skrifað aðrar bækur ef þú værir ekki Íslendingur að rita á íslenska tungu. Já, ég geri fastlega ráð fyrir því að það er auðvitað tungumálið er auðvitað efniviðurinn og við getum ekki hugsað eða sett hugsanir án blað án tungumáls. Nei. Við kannski hugsum ýmislegt eða sveimar ýmislegt í höfðina á okkur sem að er ekki komið með mál en leið og við byrjum að rita það að þá og það hafa mjög margir fræðimenn og vísindamenn bent á að hugsun án máls er einhvern veginn eitthvað sem við bara höndlum ekki og er kannski raun og veru ekki til. Og svo er enn eitt líka sem að er gott að muna að sá mikli málsnillingur og íslensku maður Þorsteinn Gylfason, heimspekiprófessor, hann orðaði það einhvern veginn þannig að þegar hann var að leitast eftir að fá ritsmíðar og þýðingar frá hinum á þessum fræðimönnum sem mjög gjarna höfðu numið erlendis, þá voru þeir með afsakanir og sagðist ekki geta skrifað á íslensku heldur væri það þá frekar málið sem var í þeim háskóla þar sem þeir voru, hvort sem það var í enskumælandi landi eða Fraklandi eða Þýskalandi. En hann
sýndi fram á hvað þetta mikið vitleysa og sagði til dæmis sem sjálfa sig að eina tungumál sem ég kann til hlítar, það mitt móðumál. Og það alveg sama ef ég á gamalsaldri, það að segja ekki hreinlega bara ef ég hef ekki alist upp sem barn sem að á foreldra sem tala sitt hvort tungumálið og verður tvítengt frá upphafi en mál sem maður lærir síðar maður kann það aldrei jafn vel og móðumálið. Og því ég tók sérstaklega fyrir tvíræðinni merkingar þá þarft að hafa úr mörgum orðum að velja þegar þú ætlar að kitla okkur með því lagi sem þér hendar mjög vel. Já, það er sem maður þarf að heyja sér orðafarða og eiga hann í handraðanum og síðan skýst eitthvað upp úr honum þegar maður fær hugmyndir og sem maður reynir að koma frá sér. Leifir þér stundum að brosa að eigin fyndni þegar þú hefur fundið rétta orðið og réttu samsetninguna? Já, svona, jú, ég kými innvortis. Kýmir innvortis. En ég er nú ekki mikið fyrir það að skellihlæja sjálfur að einhverju sem að mér hefur dottið í hug að sé fyndið. Og já, það er alltaf húmoristar sem að segja manni gamansögur og koma þeim alltaf frá sér vegna þess hvað þeim sjálfum þykir að fyndnar, sko, það er nú ekki minn stíl. Nei, ég held að ég sé stundu segur þetta sem þú nefndir undir lokin. En Þórarinn Eldjárn, það búið að vera mikil heiður og sönn ánægja að eiga þessa stund með þér hér við Rauðaborðið. Kærar þakkir fyrir allt menningarframlagið og megið að verða mikið enn. Við deilum áhyggjum af íslenskri tungu. Við ætlum að halda að reyna að gera eitthvað í málunum og kannski takja það upp eftir þér að þykjast vera útlendingur núna í þeim tilgangi sem þú hefur lýst hér innanlands að fá fólk til þess að taka skrefið. Að það sé ekki algjörlega gefið mál að það sé hægt að ávarpa manna ensku eins og ekkert sé og að maður svari það bara strax. Akkurat. Og ekki vera með dónaskap eða hroka við þá sem það gera, heldur bara að láta koma fram, ég skil ekki hvað þú ert að segja. Já, fyrirhafnarlaust og kostar ekki neitt. Já. Kærar þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa fengið að koma. Já, kærar þakkir fyrir samverunni í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Rauðaborðinu er lokið. Við verðum hér aftur í loftinu klukkan 16, klukkan 4 á morgun með beina útsendingu í þætti sem við köllum Vikuskammtinn. Hóum þar í 4 skemmtilega viðmælendur sem greina fyrir okkur fréttir og tíðaranda líðandi stundar. Bara minni ykkur á að vera duglega að styrkja samstöðuna. Þið getið orðið áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og haka þar við áskrift og vera duglega að deila okkar efni ef ykkur líkar það. Við erum hér fyrir ykkur. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.